Þá það þriðji kafli í uppeldisfræðinni og þetta efni úr bókinni Uppeldisfræði fyrir framhaldsskóla sem vefútgáfa og myndirnar sem eru í fyrirlestrinum eru allar teknar af þessu vefsvæði. Fyrstur í hópnum af þessu sem við ætlum að tala um Sigmund Freud sem var uppi 1856 til 39, hann elstur af þessu fólki. Og hann talinn vera frumkvöðull í rannsóknum á sálarlífi mannsins og hann lagði mikla áherslu á að reynsla í bernsku hefur áhrif á þróun persónuleikans á fullorðinsárum. Það sem hvað gerist fyrir okkur þegar við erum börn hefur áhrif á því hvernig við verðum svo þegar við erum orðin fullorðin. Sálarlífið á síðan rætur að rekja til líffræðilegar orku hvatanna, hvatirnar alltaf að berjast og þar eru sterkastar kynhvötin og árásarhvötin. Freud áleit að þessar eðliskvætir ungabarnsins væru óheftar og þær þyrftu að leita útrásar. Með auknum þroska lærir einstaklingurinn síðan að taka tillit til umhverfisins og hemja þessar hvatir. Og hann skiptir þroskaferlinum í 5 aðalstig. Það munnstigið 0 til 2 ára, þermistigið 2 til 4 ára, völsastigið 4 til 6 ára, og svo kemur lægðarstigið 6 til 12 ára og kynþroskastigið 12 til 16 ára. Og það fjallað mjög nákvæmlega þetta í bókinni, þannig að endilega lesi það vel. Hann talar einnig að persónuleiki mannsins sé myndaður af 3 meginþáttum sem að hann kallar það eða frumsjálfið, sjálfið og svo yfirsjálfið. Frumsjálfið eða það að mati Freud allsráðandi fyrstu mánuði ævinnar. Þetta miðstök hvatanna sem eru árásarhvötin, það hungur, þorsti, ástúð og síðan eilíf barátta á milli þessa sjálfs og yfirsjálfsins og svo okkar eigi sjálf sem hérna á milli, hérna sem sagt grunnsjálfið eða frumsjálfið, hér eru sjálfið sjálft og hér yfirsjálfið og það eilíf barátta á milli þessa hérna sem segir alltaf já ég vil meðan við segjum kannski en yfirsjálfið segir nei. Þannig að þetta alltaf einhvers konar, hann vil meina að hegðun sé alltaf einhvers konar málamiðlun á milli þessara 3 kerfa. George Herbert Mead var uppi síðan 1863 til 1931 og hann telur að upp af þróunar sjálfsins megi rekja til þess að barnið fer að nota tákn sem ígilt eigin persónu og fer að líta á sig sjálft sem aðskilinn hluta umhverfisins. Og hann talar 2 þætti á sjálfinu sem eru ég og mig. Og á þennan hátt nær barnið í upphafi að mynda félagsleg tengsl og þróun sjálfsins heldur síðan áfram í samskiptum við annað fólk í umhverfi þess og samfélagsins í heild. Mead áleit að með því að setja sig í spor annarra og fara í hlutverk þeirra geti einstaklingurinn horft á sjálfa sig með augum annarra og fengið á þann hátt einhvers konar innri mynd af sjálfu sér. Og þennan hæfileika kallaði hann hlutverkaskipti en hann telur að þetta ferli endurspeglist í hermileikjum. Síðan það Jean Piaget. Hann talinn vera ættfræðir þroskasálfræðinnar sem að nútímas fræðingar byggja síðan á. Og hans rannsóknir á vitsmuna og siðgæðisþroska grunnur sem að fjöldi fræðifólks hefur síðan byggt sína rannsóknir á. Hann gengur út frá því að þroskin eigi sér stað í ákveðnum stigum og hvert stig lúti þá ákveðnum lögmálum sé að mestu leyti eins hjá ólíkum börnum. En það þurfi þó að hafa í huga að börnin sé ekki endilega alltaf að ná sama þroskanum á sama tíma. Hann telur að þetta séu 4 þroskastig og þeir munið að hjá Freud kemur hérna framar að þá telur hann að þetta séu 5 stig. Piaget telur að þetta séu 4 stig, skinnhreyfistig 0 til 2 ára, forargerðastig 2 til 7 ára, stig hlutbundinna aðgerða 7 til 12 ára og stig formlegra aðgerða 11 til 15 ára. Og síðan getur þetta skarast, því þetta ekki bara nákvæmlega 2 ára þá ferði yfir að foraðgerðastig. Þú getur fara aðeins fyrr eða aðeins seinna. Það fer bara eftir barninu sem að ræða, það er þessi einstaklingsmunur. Kohlberg, hann byggir síðan á hugmyndum Piaget þroskaferil vitsmuna. Og eins og Piaget þá gerir hann ráð fyrir að stigin taki við hvert af öðru og það sé ekki hægt að hlaupa yfir stig eða eitthvað skeið. Og allir einstaklingar fari í gegnum þessi þroskastig í sömu röð, en það gangi samt mishratt fyrir sig og telur Kohlberg það vera að fara eftir svona ýmsum umhverfisþáttum.
Og það samt rétt að benda á að það svolítill eðlismunur á rannsóknaraðferðum Piaget og Kohlbergs. Piaget rannsakaði drengi að leik við raunverulegar aðstæður en Kohlberg byggir á viðbrögðum fólks við tilbúnum klípusögum. Hann býr til einhverja sögur og spyr svo hvað komi út úr þeim og hvernig fólk þarf að bregðast við. Þannig það ekki raunverulegar aðstæður. Hans rannsóknir eru hins vegar fjölþjóðlegar, það að segja hann rannsakaði bæði börn og fullorðna á ýmsum menningarsvæðum, var ekki bara á einhverjum einum stað sem skiptir líka máli. Hann mótaði sem sagt hugmyndir þróun siðgæðisþroskans og hann gerði ráð fyrir 3 meginskeiðum og á hverju skeiði 2 stig. Fyrsta stigið forskeið hefðbundið siðgæðismat og það skiptist í 2. Annað skeiði hefðbundið siðgæðismat og síðan kemur sjálfstætt siðgæðismat og þetta alltaf 2 stig á hverju þrepi eða hverju skeiði. Og á fyrsta skeiðinu sem þarna forskeiðið þá barnið fara að gera sér grein fyrir merkingu hugtakana vont og gott en það skilur það út frá því hvort þeim fylgir umbun eða refsing fyrir sjálft sig. Líkamlegar afleiðingar verknaðarins ákveða hvort hann góður eða vondur. Annað stigið að hér það rétt hegðun svo sem fullnægir persónlegum þörfum en stundum líka þörfum annarra. Ef ég ger eitthvað fyrir þig, þá gerir þú eitthvað fyrir mig í staðinn. Síðan hoppum við yfir á hefðbundið siðgæðismat og þá viðhorfin farin að einkennast ekki lengur af því að fullnægja persónlegum væntingum, heldur meira það að vera trúr væntingum vina, félaga, samfélagsins og síðan réttlæta þær. Og þessar væntingar settar ofar eigin hagsmuni og það skiptir rosa miklu máli að vera innan gæðsalapa góða barni. Og þetta skiptist þá í 2 stig líka. Á fyrra stiginu það góð hegðun sem gleður eða hjálpar öðrum og viðurkennd af þeim. Og 4. stigið, þetta lög og reglur, tekið mið af þörfum samfélagsins. Rétt hegðun felst í að gera skyldu sína og viðhalda skipulagi þjóðfélagsins. Þá færum við okkur yfir á 3. skeiðið sem orðið sjálfstætt siðgæðismat. Og hér einstaklingurinn fann að leitast við að skilgreina siðferðisleg gildi og reglur án tillits til valdhafana, án þess að okkur sé sagt hvað að gera. Það til dæmis skoðanafrelsi og réttur allra manna til lífsins og allt það. Virðing borin fyrir lögunum en það líka komið skilningur á því að lög eru afstæð og það má breyta lögum. 5. stig verið að rökin væru að við horfum á söguna sem við talar í bókinni að lagalega sé ekki rétt að stela lyfinu en það þó réttlætanlegt þar sem lögin hafi ekki verið sett með þessa sérstöku aðstæður í huga og þess vegna ætti gaurinn að stela lyfinu, þessi Heinz. Þið verður að lesa söguna til að átta ykkur á því hvað ég að tala hér. 7. stigi hins vegar að það talið að mjög fáir menn nái þessu efsta stigi og það helst eitthvað svona hugsuður og heimspekingar eins og Kristur, Gandhi og fleiri slíkir. Selman tekur svo við, hann á svipuðum stað og Kohlberg og hann byggir líka á Piaget. Hann síðan fæddur 1942, þannig við erum komið framar. Hann með 5 stig, að á stigi 0 getur ekki skilað milli líkamlegra og andlegra eiginleika fólks. Á stigi 2, það sjálfsvitundin og hugtök sem barnið eða úlingurinn farin að nota. Síðan kemur vinátta og viðhorf til vináttu og tengdum hugtökum. Og í 3. lagi þá það jafningjahópurinn, það hlutverk foringjans og hugtök tengd því. Og í 4. lagi þá það viðhorf og hugtök tengd sambandi foreldra barna. Og þetta eru 5 af því þetta byrjar á 0. Og hann talar að skilningu barna og samskiptum virðast fylgja svipuðu þroskaferli og vitsmun á siðgæðisþroskin. Það það sem við erum að tala hér. Og svo hæfni til að setja sig í spor annara, skilja sjónarmið þeirra og samhæfa sínum eigin mjög mikilvæg fyrir samskiptaskilningin. Og hann kannaði hvernig þessi skilningur barna og úlinga þroskast og kannaði þetta með því að tala við börn og úlinga. Robert Kagan síðan fræðimaður sem telur að tvenns konar tilfinningar bærist með hverjum einstaklingi á öllum þroskastigum. Og hann að tala um tilfinningaþroskan, annars vegar þörfin til að sameinast, að vera hluti af því umhverfi sem viðkomandi hrærist í og síðan það þörfin til að vera einstakur, ólíkur öðrum og vera sjálfstæður. Fræðimenn sem aðhyllast þessa kenningar telja að milli þessara tveggja þarfa sé stöðu togstreita svo lengi sem manneskja lifir. Það að falla í fjöldan og það líka vera sjálfstæður. Og þannig talar hann að tilfinningar tengjast meira og minna öllum athöfnum í okkar daglega lífi. Þetta eru tilfinningar eins og gleði, reiði, sorg, öfund, samkennd og svo framvegis. Og það skiptir máli að við lærum að þekkja og skilja okkar eigin tilfinningar. Og þetta eru togstreitur, sífellt togstreita þarna á milli.
Og það byrjar alveg bara hjá unga barninu, það eru tilfinningar, það byrjar sjálfsvitundin og samviskan og þetta eru alltaf þessar tvíbentu tilfinningar. Diana Baumrind var uppi á árunum 1927 til 2018, hún er bara nýlega dáin og hún skipti þessum börnum í 3 hópa, hversu sjálfstæð þau voru, hversu gott sjálfstraust þeirra væri og sjálfsagi barnanna og síðan skoðaði hún foreldrana og skipti þeim í 3 hópa. Þannig er því í fyrsta lagi leiðandi foreldrar en þeirra uppeldishættir einkenndust af því að þeir setja skýr mörk æskilega hegðun og útskýra mörkin fyrir börnum sínum. Skipandi foreldrar nota boð og bönn þegar þeir öguðu börnin sín, notuðu sjaldan röksemdir eða rökfærslu og ræddu ekki hvers vegna. Þeir voru að setja ákveðin boð og annað, heldur bara þetta á að vera svona af því ég segi það. Og síðasta hópnum verður síðan eftirlátu foreldrarnir, þeir eru frekar afskiptalausir í samskiptunum, frjálsræði mjög mikið og jafnvel jaðraði við að vera stjórnleysi. Og hún síðan skoðaði þetta hér til þess að athuga hvernig áhrif það hefði á börnin, hvernig þau kæmu út. Erik Erikson, hann gerði fræga bók sem hét Childhood and Society árið 1963 og hans kenning spannar þroskaferil einstaklingsins frá vöggu til grafar og hann álítur að á síðari árum bernskunnar sé unnt að uppræta eða bæta sumt í grunni persónuleikans. Það sem gerðist á bernskuárunum. Og hann með mjög yfirgripsmikla kenningu sem að margir aðhyllast enn þann dag í dag. Og hér, þetta tekið bara beint úr bókinni, þetta er tafla úr kafla 3 og hér eru stigin hans og hann talar alltaf það er alltaf tvennt, þetta er alltaf einhvers konar barátta, það er traust eða vantraust sem kemur út úr þessu, það er sjálfstæði eða óvissa, það er frumkvæði eða sektarkennd, virkni eða vanmáttarkennd, sjálfskennd eða sundra sjálf, náin tengsl, einangrun, sköpun, stöðnun og svo er það að lokum heilstift sjálf eða örvending. Og þetta byrjar ára 0 til 1 árs. Og svo talar hann hver eru samskiptin, við hverju eru mikilvæg samskipti á þessum tíma og hver er þá æskileg útkoma. Og hann heldur þessu alveg áfram, skiptir þessu alveg niður í þessi stig og síðasta helst þetta sjálfi, þá er fólk komið á efri ár og þá er bara mikilvæg samskipti við alla. Og út úr því ætti að koma eins konar viska ef allt hefur gengið eins og það á að ganga. Þið skoðið þessa töflu og kynnið ykkur aðeins út á hvað hann gengur. Síðan erum við komin að Abraham Maslow og hann flokkast undir það sem kallar mannúðarsálfræði og þetta er oft kallað 3. aflið. Hann raðar þörfum mannsins í stigveldiskerfi eftir mikilvægi þeirra og það er það sem hefur gengið undir nafninu þarfapíramídinu og þetta er í kafla 3 náttúrulega. Hann leggur áherslu á almenna þroskabraut einstaklingsins og þýðingu þarfana og fullnægingu þeirra fyrir mannkynið í heild, fyrir manneskjuna og fyrir mannkynið. Hann segir sem sagt í þessu þarfapíramída að atferli mannsins stjórnast hvorki af hinu ytra umhverfi né af undirmeðvitundinni, heldur maðurinn frjáls og skapandi vera sem fær að velja og meta, hafna, þroskast og öðlast lífsfyllingu. Þetta er þarfir og áhugahvöt. Og hér er mynd af píramídanum og þið þurfið að þekkja þessa mynd vegna þess að það er svo óbúslega mikið sem kemur á eftir, ekki bara í þessum kursi, heldur bara almennt þetta hefur rosa mikið vitnað í þarfapíramída Maslow. Og hann talar hér að grundvallarþarfirnar eru lífeðlisfræðir, það eru þarfirnar fyrir mat, svefn, súrefni og vatn, það er neðst niðri. Og ef að þessum þörfum ekki fullnægt, leiðir það til veikinda og síðan dauðar. Því við verðum að fá að borða, við verðum að fá að drekka og allt það. Síðan þarf að koma til móts við vissar sálrænar þarfir til að einstaklingurinn varðveiti andlegt heilbrigði og þroskist. Þannig að við byrjum hér á næsta stiginu, þörfin fyrir mat, svefn, vatn, súrefni og fleira. Síðan erum við komin á næsta stig fyrir ofan, það er þörfin fyrir öryggi og það þarf að vera einhver lög og reglur í umhverfinu og annað til þess að við þrífumst. Og þá getum við fara að setja upp þörfin fyrir félagsskap og ást, þörf fyrir sjálfsvirðingu og virðingu annara og á síðustu þegar við komum allra efst að þá erum við komin í lífsfyllinguna. Þetta byggir eitt af öðru. Hann gerir ráð fyrir tvenns konar áhugahvöt. Hann talar hörguls áhugahvöt og vaxtar áhugahvöt. Og hörguls áhugahvötin sem er undan, hún stafar af hörgull er að maður vantar eitthvað, það er hörgull á einhverju. Og þetta stafar af einhverju vöntun eða ófullnægðri þörf og er sprottin á ástandi sem hefur valdið einstaklingnum einhverjum vonbrigðum.
Vaxtaráhugahvötin er hins vegar sprottin af sífelldri leit einstaklingsins til meiri þroska. Henni fylgir meiri ánægja og fullnægja við þær athafnir sem hvötin leiðir til, en árangurinn og útkoman fyrir hann sjálfan persónlega er ekki endilega aðalmálið. John Bowlby talar þróun tilfinningatengsla á fyrstu æviárunum og kenningar hans voru mjög ráðandi yfir ákveðið tímabil. Og hann talar þar að fyrsta tilfinningasamband sem við myndum á æviferli okkar myndast af samskiptu við þá sem annast okkur, gefa okkur fæðu, hlýju og snertingu. Sambandið verður að vera gagnkvæmt. Og þetta kallar hann geðtengsl og þessi geðtengsl eru á ýmsu leyti sérstök og þau verða síðan grunnurinn fyrir áframhaldandi tilfinningasambönd við annað fólk seinna á ævinni, í lífinu. Semst vini og vinnufélaga og maka og allt það. Bowlby vann með börnum og úlingum sem áttu við hegðunarvandamál að stríða og hann var sannfærður að vandamál þeirra stöfuðu af skorti af ástúð og umhyggju frá foreldrum, að það væri ekki í lagi með tengslin. Og hann talar þarna er hann að tala það að umönnunarbarn á fyrstu árum ráði miklum andlegt ástand seinna meir. Í áframhaldi af því þá talar hann það sem hann kallar móðurafrækslukenningin. Hann talar þróun fyrstu geðtengslana og hann skiptir þeim náttúrulega í ákveðin stig, þeir gera það náttúrulega allir bara svona til þess að við höfum eitthvað til að muna. Og hann talar að stigin skiptist í 0 til 3 mánaða, 2 til 7 mánaða, 3 til 10 mánaða, 9 til 18 mánaða og svo 18 til 36 mánaða. Hann vildi meina að ef börn mynduðu ekki tengsl á þessu fyrstu árum við móður sína, talar alltaf móður sína, að þá sé bara allt lífið í voða eftir það. Aðrar kannanir hafa sýnt hins vegar að börn geta mynda sterk tilfinningatengsl eftir fyrstu árin. Það þarf náttúrulega að vinna í því en það er hægt. Hættulegustu tímabilin fyrir aðskilnað virðast vera 7 til 8 mánaða, það er einhvers staðar á þessu bili, í lok fyrsta ársins, einhvers staðar hér, og aftur 2 til 3 ára. Á fyrstu vikunum leitar unga barn eftir jafnvægi og reglu en jafnframt notar það skynfærin til að skoða umhverfið. 2 til 7 mánaða, þá er 2 mánaða heilbrigt barnið farið að verða meira vakandi fyrir umhverfinu en áður. Og 6 mánaða þá brosir það eingöngu við kunnugum andlitum og í fjölskyldunni. 3 til 10 mánaða sem er hérna og þetta tímabil skarast við næsta tímabil á undan. Þetta hérna 3 til 10 mánaða og 2 til 7 mánaða. Hér er barnið byrjað að þróa nokkurs konar samræður við sína nánustu. Móðirinn og aðrir í fjölskyldunni leika við barnið stutta leiki. Næsta tímabili 9 til 18 mánaða að áskamalt barn getur gert ýmislegt einsamalt og er virkara en áður og það gefur betur til kynna og nákvæmar sína þarfir heldur en áður og er byrjað að nota orð í samskiptum. 18 síðasta stigi, síðan 18 til 36 mánaða, að hér hefur barnið náð tökum á því að nota alls konar tákn, að þykjast og búið til myndir í huganum af fólki og hlutum. Nú getur það lært alls konar í þykistuleik eða farið í hermileiki hinn félagslega heim. Og af því að Bowlby leggur svona mikla áherslu á samskipti við móður og það skipti öllu máli, að þá hefur, á seinni árum, hefur hlutverk föðursins breyst mjög mikið og það hafa orðið mikla breytingar á stöðu fjölskyldunnar og hlutverk foreldra á síðustu árum og áratugum og viðhorf samfélagsins til hefðbundinna kynhlutverka og barnauppbeldis hefur breyst. Þar á meðal kemur náttúrulega inn í breytingar á fæðingar og foreldraorlofi. Og það hefur komið ljós í rannsóknum að börn mynda jafn sterk tilfinningabönd við feður sína eins og mæður, en það þarf náttúrulega að vinna í því, bara eins og með móðurina, þetta gerist ekki bara sjálfkrafa. Og ef að feður annast börn sín reglulega frá fæðingu, að þá geta myndast mjög sterk tilfinningasambönd. Og því sterkari sem þessi bönd eru á fyrstu árunum, því líklegra er að faðirinn haldi áfram að taka virkan þátt í uppeldi barnsins síðar og hafi næmi fyrir þörfum þess áfram þegar það verður orðið eldra. Þetta helst allt í hendur.